Ennur nýtt tímabil og nýjar áskoranir framundan. Já, heldur betur og eiginlega ótrúlegt að maður sé bara komin í landsliðsverkefni með tímabil einhvern veginn nýbyrjað en bara fer vel af stað. Já, og veitir svo sem kannski ekki af því að það er stórmót eftir 2 mánuði. Heldur betur og við þurfum að nýta þennan tíma vel og bara frábært að fá 3 góða æfingarleiki og einnig að fá nokkra æfingar hérna heima áður en við förum út, þannig að það veitir ekki af. Og hópurinn svona, já, kannski koma allur saman um helgina? Já, og bara lítið vel út og vorum að fá útlendingarna til okkar og svona og vorum helviti fámennar fyrir helgi en þetta er alltaf smella. Og svona markmiðið með þessum leikjum, þarna ytra, hvert verður það? Ég held að sé bara þessi klísja, við þurfum að bara halda áfram að þróa okkar leik, Addi og náttúrulega þjálfari teymið við erum að fara eins herra með varnarleikin okkar og það er svona ákveðin atriði þar sem við þurfum að fínpússa og koma fleiri leikmönnum inn í og svo er náttúrulega bara sóknarlega að halda áfram að víkka og stækka vopnabúrið og við hlakkum mikið til. Því að svo er hvað annað verkefni í október áður en þið farið í svo loka undirbúningi. Einmitt, bara mjög spennta fyrir því verkefni líka að fá pólverjana heim sem verður bara mjög skemmtilegt og vonandi náttúrulega bara búið til góða stemningu og fyllum það íþróttahús sem við spilum í af Íslendingum og pólverjum. Já, og svona talsveit mikið lagt í undirbúningin verið þeirra fyrir stórmótið? Já, við erum bara að gera þær kröfur líka, við viljum vera inn á þessum stórmótum og þá þarf allt slíkt að vera til staðar og ekki bara að fá einn æfingarleik, við þurfum bara að fá fleiri leiki og meiri tíma saman og við erum svo sannarlega að fá það núna. Og þetta eru hvað 3 leikir, þetta er Egyptaland, Tékkland og heimaliði, já. Já, bara mjög spennandi og Egyptar reyndar að draga svo út úr keppni, þannig að við erum að fá 3 bara mjög góða og sterka leiki og við vonandi bara sjáum framfæri í hverjum leik.